Nesinu. Svo alltaf sæti hérna. Og sæti eitt hérna fyrir nótt. Jæja. Verður velkomin. Hún var að minna mig á að slökka á símónum. Ég er búin að losa mig minn fyrir að þetta ekki við ykkar. En við lendum öll í svona slæðir að þá okkur ekkert að vanbúnaði. Nú ætla ég að gera það sem ég kann eiginlega ekki að lesa ræðu, standa kjur og vera þæg. Verður hjartanlega velkomin á þessa hátíðardagskrá sem tileinkuð 100 ára ártíð Hannesarhafsins. Takk ykkur innilega fyrir að vera með okkur líka. Við veit allir hafa nóg að gera, svona rétt fyrir jól. En við náðum að fagna 150 ára fæðingarafmæli Hannesar, Hafstein, 4. desember 2011, hér í húsinu sem var síðasta heimili hans, hérna við hliðina, með því að halda afmæliskaffi í kjölfarið á hátíðarathöfn í Safnahúsinu og Hverfisgötu. Þau ríflega 15 ár sem liðin eru frá því að þetta hús var keypt og við fjölskyldan fórum að hanga með Hannesi öllum stundum, hafa verið ævintýri líkust. Þótt liðið sé heil öld síðan hann hvatti þessa jarðvist, færir arfleif hans stöðugt eitthvað nýtt sem kveikir áhuga, auðgar andann og veitir hvatningu. Dagskráin hér í dag mun vitna að við erum ekki ein að verða fyrir slíkum áhrifum. Við fáum að hlýða á ný lög sem sprottin eru upp úr ljóðum hans og hafa virkað sköpunarkraft ólíkra tónlistarmanna á ýmsum aldri, sem tóku þátt í lagakeppni Hannesholts og Stöðvar 2 fyrir 2 árum. Í miðju COVID allir voru mjög glaðir að fá svona óvænt andlátsfjársjóð frá Hannesi upp í hendur. Ljóðin Ástarjátning, Blessuð sólin elskar allt og Strikum yfir stóru orðin vakna til lífs á ný í endursköpun samtímafólks okkar. Í því fyrstnefnda fær innstanlöngun ljóðmælanda til að vera ástkæru landi sínu til gagns endurómun í 4. laglínum Sigurðar Flossasonar. Og við hrifumst á ný af draumum hins unga eldhuga. Ljóðið Blessuð sólin elskar allt hefur birst okkur á nýjan hátt í lagi Javier Jáuregui, held ég, og í textílverki Þórunnar Elísabetar Sveinsdóttur á sýningunni hér á fyrstu hæð. Og mynd á hvernig það færir huganum heilum að horfa á sköpunarverki með augum skáldsins, enda mynda uppástafir orðanna í lokalíðu ljóðsins himneskt að lifa, orðið heal á ensku. Heilum. Að leiða hugan í gegnum hugsun ljóðsins færir okkur heilum. Sjá dásemdir sköpunarverksins og leifus á flæði sig og batnar manni smá í sálinni. Ljóðið Strikið yfir stóru orðin í nýju lagi Guðnýjar og Stefáns færir ákaft endurnýjað ákall heilindi og ábyrgð áhrifafólks í samfélagi manna, ekki síst stjórnmálamanna. Lagið eins og vera ber smitandi og lifir með manni löngu eftir að flutningi þess lýkur. Þess vegna það auðvitað síðast á dagskráni. Þið fáið að fara með ykkur heim, í eiranum. Fjársjóðurinn sem kviknar af lagakeppninni telur 205 lög. Þannig að enn aðeins brota því sem hefur komið fyrir eyru almennings. Einn af draumum okkar í Hannesholti felst í að deila fleiri demöntum úr þessum fjársjóði með ykkur á næstu mánuðum. Við vonum að það geti orðið. Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi alþingismaður, flytur hátíðaræðu og fjallar manninn Hannes Hafstein og skáldskapinn eins og hann hefur gert áður svo listilega. Síðast en ekki síst dagskráratriði sem lengi hefur verið í undirbúningi. Við fögnum því að tvímálabókin Ólgublóð, A Restless Blood, rétt í þann veginn að koma út hjá stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. Ástráður Eysteisson, prófessor, og Julian Meldon Darcy, prófessor emeritus,
hafa í sameiningu þýtt 35 ljóð Hannesar Hafstein og birtast ljóðin bæði á íslensku og ensku í bókinni. Hollvinir Hannesar Holt styrktu gerð bókarinnar alla innkomu félagsins 2021, alls 500.000. Við Hannesarheildingar erum full þakklætis til þeirra félaga fyrir að hafa innt af hendi þetta verk með slíkri prýði og fyrir samstarfið við stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, sem einnig styrkti verkefnið og gefur bókina út. Munu þeir félagar flytja okkur nokkur ljóð og þýðingar úr bókinni, auk þess sem Ástráður mun deila með okkur innsýn sinn í ljóðagerð Hannesar Hafstein. Hann hefur tjáð mér að hún hafi tekið miklum stakkaskiptum við að vinna þessari bók. Ég held hann sé kannski að smitast á Hannes eins og ég. Það frekar auðvelt, ég trúi mér. Ég hef lengi stefnt að því að þessi bók komi út einmitt á þessum tímamótum. En það sem ég vissi ekki var hvort Hannesarholt yrði opið til að fagna þeim. Ég er sérlega þakklát fyrir að við getum fagnað saman einmitt hér. Góðgerðarsjóðurinn sem veitti Hannesarholti opnunarstyrk af örlæti sínu, Anne-Marie og Stephen Kellen Foundation í New York, styrkir ekki síst verkefni sem þau telja samfélagslega mikilvæg. Við erum svo lánsöm að starfsemi Hannesarholts vakti athygli sjóðsins og þess vegna fögnum við saman hér í dag. Það von okkar að nærumhverfið sjái einnig verðmætin í starfsemi Hannesarholts og gangi til liðs við okkur. Það verkefni sem okkur dreymir að ráðast í á næstu mánuðum, auk tónlistarinnar sem ég nefndi áðan, að sækja upplýsingar og vinna úr fyrstu 100 lagafrumvörpin sem fóru í gegnum Alþingi á heimastjórnarárunum. Ekki til að gera Hannes Hafstein frekar að hetju, heldur til að átta okkur á þeim skrefum sem mynduðu grunninn að því velferðarsamfélagi sem við byggjum í dag. Af draumum eigum við nóg og þessir eru efst í huga í dag. Þá þakka ég fyrir mig og bið Silju Aðalsteinsdóttur, stjórnarmeðlim í menningaráði Hannesarholts, að kynna hátíðardagskránna. Takk fyrir mig.